Já, herðu, frétt dagsins náttúrulega skýrsla Ríkisendurskoðunar Íslandsbankasöluna, skýrsla sem búið að vera að bíða eftir lengi, átt að koma eftir 1,5 mánuði eftir, en það eru 7 mánuði liðnir held ég. Þegar að fréttir söluna bárust samfélagið og hvernig var aðeins staðið og hverju fengu að kaupa, þá reis upp mótmæla alda í samfélaginu sem að það voru ekki bara einhverju nokkri sem voru að mótmæla, heldur kom í ljós í könnunum að 81% af þjóðinni var ósátt við þessa sölu og það voru mótmæli á Austurvelli og meðal ræðumanna á þeim mótmælum voru Þórarinn Eyfjörð, formaður Samíkis og Atli Þór Fandal, framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi. Og þeir eru komnir hérna. Ekki best að ég sleppi bara formála og spyr svona, ef ég má byrja á þér Þórarinn, hvernig finnst þér þessi skýrsla? Sko ég nú ekki búin að pæla gegnum skýrsluna frá orði til orðs, en umræðan í dag, hún gefur held ég bara dágóða mynd af því hvað kemur þar fram. En það sem ég finnst kannski aðeins vanta núna í umræðina bara í dag og það kannski vegna þess hita sem á málinu við þessa birtingu og það er ekki nema rúmlega 1,5 ár síðan að þessi einkavæðing Íslandsbanka byrjaði og það hefur lítið borið á umræðinu hvað átt sér stað þá. Já, svo við fyrstu söluna. Já, eða fyrri söluna væntanlega sem væntanlega eiga að vera margar ef þessi stefna gengur fram. Það er að segja ef ég man rétt að þá var 35% hlutur seldur þá og þá held ég að markaðsvirðið bankans hafi verið 158 milljarðar. Eftir söluna og eftir þessi 35% voru seld að þá fór virði bankans að með minnir upp í 250 milljarða. Það er að segja 2 mánuðum eftir að þessi fyrsta sala var gargengin að þá höfðu þeir aðilar sem keyptu hagnast 31 milljarð sem rann beint í vasa þeirra af peningum sem að við almenningur áttum en í þessu tilfelli voru bara gefnir þessum fjárfestum. Það voru seldir uppaflega á of lágu verði. Allt of lágu verði. Þannig að markaðsvirði bankans rauk upp strax eftir söluna og þessi aðilar högnuðust eins og ég segi 31 milljarð sem að eru bara sem er svolítið önnur tala heldur en að tala núna. Nú eru við bara að tala 2 til 2,5. En þessi fyrri sala fyrir rúmlega ári, hún skilaði peningum sem voru ekki til, svo að segja urðu til 31 milljarður sem rann beint í vasa einhverja fjárfesta. En Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, hann myndi orðið þetta sem þú ert að segja með því að það hafi orðið til þessi verðmæti við söluna. Hann bara margbúinn að segja það sko. Og sem alveg merkilegt vegna þess að hefðu menn vilja komast á raunverðinu þá hefði nú verið hægt að selja lítinn hluta svo nú einhvers staðar til held ég bara dágott nám í fjármálaverkfræði og líka fjármálastarfræði en það kom fram ný skilgreining í dag að það væri hvorugt væri nothæft heldur væri þetta listgrein menn svona færu eftir fílingunni huglega mati og hvernig við líður í dag með þennan og hinn og svo framvegis sem að náttúrulega bara parodía alveg sérstakri tegund Hvað segir þú, Atli Þór, með skýrsluna? Er hún að sýna fram á hvað? Ég nefndi mótmælin. Er ekki eiginlega skýrslan bara að segja nákvæmlega sama og fólk upplifið þá? Alveg nákvæmlega. Það er ekkert sem að skýrslan segir einhvern veginn að þið þurfum ekkert að draga tilbaka neitt sem þið sögðu á Austurvelli. Sko heildarsamhengið hið sama eftir þessa skýrslu. Hún í raun og veru svona, ef við spáum í heildarsamhenginu þá er hún bara staðfestinga á því sem að allir gátu séð, bæði út frá því þegar það var vara við hvað geti gerst þegar áðunað var selt og eins líka hvað kom svo í ljós. Skýrslan er að mörgu leyti góð og hún hleypur okkur náttúrulega að einhver leyti inn í svona einstaka herbergi og lýsir ótrúlegum skripaleik. En það situr samt eftir alltaf þessi spurning, hvers vegna var Ríkisendurskoðun að láta draga sig í þetta? Þannig að hún er ekki réttur aðili til að rannsaka þetta. Þessi skýrsla það var nú einhverju sagt að hún sé ítaleg, hún er í raun og veru mjög afmörkuð. Það er ekki hlutur sem að þau bara taka ekki fyrir, eins og hverjir keyptu. Enda hið pólitíska markmið þessa skýrslu að vera bara einn kafli
í herrkensku stjórnarmeiri hluti hans sem snýst það að þreyta fólk. Það bara búið viðstöðulaust í þessu máli að hækka sönnunarbyrðina og þessi skýrsla auðvitað leggur ekkert mat á pólitíska ábyrgð ráðherra. Það bara ekki hlutverk ríkisendurskoðunar og það þarf enga svona skýrslu til þess. Þannig að ég svolítið svona, sko, þú veist að ég vill alveg hrósa ríkisendurskoðun fyrir það sem þau þó settu á blað, en þú veist, eftir stendur að stofnunin lét einfaldlega draga sig í, sko, svona pólitískt upplýsingaóreiðu stríð stjórnarliða sem eru að tefja að máli fari hinn rétta farveg sem rannsóknarnefnd á vegum Alþingis til þess að leggja málið og alla anga þess á borðið svo að þingið geti lagt mat á það hvort að Bjarni Benediktsson verður dreginn fyrir landsdóm. Það hinn rétti ferill máls. Við ekki, og einhvern veginn hefur stjórnmálunum tekist það að láta eins og sko það að vera eitthvað gríðalegt gagnsæi og endalausar skýrslur og skoðanir, en það megi aldrei taka við þeim, það megi aldrei hlusta, það má aldrei vera neinn viðbrögð og það bara blekkingar. Við þurfum að læra af þessu, vanalega setningin. Já, sko almenningu þarf ekki að læra af þessu. Það mjög margt í þessari skýrslu sem að fólk var algjörlega búið að átta sig á strax í upphafi og þeim skýrslunni til hrós þá má segja tvennt. Fyrsta lagi þá faraðu mjög vel yfir það að það var varað við þessu öllu, eins og bara menn hafa sagt oft áður. Í öðru lagi veitir hún auðvitað innsýn í það hvernig þingið og almenningur, en hvernig þingið var beitt blekkingun með vitund ráðuneytisins og ráðherra. Og það alveg kannski grípa líka í þetta. Ég held sem alveg rétt að sko skýrslan að taka á hlutum sem að henni var falið að gera og auðvitað ríkisendurskoðandi tók það verkefni og ég held að eina ramman sem hann hefur hafaði leist þetta ágætlega, ef maður svona aðeins bara segja þetta. Ég held að eru svona sæmilega hreinskilin líka og margt sem kemur fram í þessu sem að maður hafi ekki sko kannski hugmyndaflug í að halda. En ég held að sé alveg rétt Gunnar að sko það sem var sagt í vor og sumar eða fram á sumar í mótmælunum, það var eitthvað sem að almenningur allur sem að nennir að huga að þessum málum, sem almenningur bara vissi. En stjórnvöld eru ofta að umgangast bara fólk eins og þessi við fíbl og það eru ákveðnir stjórnmálamenn sem eru bara mjög flinkir í því að svara aldrei neinu, að snúa út úr öllu, að kenna öllum öðrum og svo framvegis. Og það eru búin að sjá sko í miklu mæli í dag. Ég held eins og sko það fjölmargt sem eins og allir var að tala að það eru spurningar og þeim ekki svarað, sem eru mjög mikilvægar. Og að krafa núna held ég hljóta að vera sterkari á þinginu að það verði sett saman einhver rannsóknarnefnd, alvöru nefnd til að fara hún í kjölinn, en maður óttast svolítið eftir viðbröðum bara dagsins að það sé ekki alveg á dagskrá hjá stjórnarmeirihlutanum, því miður. Bæði Bjarni náttúrulega hafnaði og Katrín hefur líka hafnaði. Sér þessi ekki ástæð þess? Já, ég meina, var eitthvað sem bjóst við því að þau myndu skipta skoðun við að fá þessa skýrslu? Ég meina, þetta snýst að tefja. Þetta snýst ekkit neitt annað. Þetta snýst að þvæla og tefja. Og eitt af þessum kannski hvað merkilegast í þessari skýrslu, að því að hún þó hefur betra aðgengi að upplýsingum ríkisendurskoðun heldur við, kafli það hvernig forstjóri Bankasýslunnar sendir fjármálaráðuneytinu tölvupóst, það sem að lýsir því að þeir ætla að reyna að tala sem minnst og gera lítið úr afslættinu sem augljóslega þurfa að veita við þessa aðferð. Þannig að ég alls ekki að reyna sko að tala niður ríkisendurskoðun eða þeirra vinnu, ég hins vegar að benda á það að það alveg eitthvað sem að stofnanir eiga að hafa í huga, að þær þurfa ekki sjálfkrafa að taka þátt í svona leikritum. Og ég vil meina að ríkisendurskoðun hafi staðið sig eins vel og hægt var eftir að búið samþykja að gera þessa skýrslu, en hún var sett á dagskrá til þess að lægja öldurnar og koma í veg fyrir eða tefja umræðu alvöru rannsóknarnefnd. Aðeins til að, já, og ég framhaldi af þessu, það kemur eitt vona fram í skýrslunni þó sem maður hafði ekki hugmyndaflugi, eins og sagðan. Tvennt sem ég langar til að nefna í því sambandi. Að það viðskipti á með hlutabréf bæði í Arion banka og Íslandsbanka dagana eða dögunum fyrir söluna sem átti að vera ósvalega mikið leyndamál, enginn mátti vita af, en það vil svo til að
sko viðskipti með hlutabréf í Íslandsbanka þau stoppa 4 dögum fyrir hérna söluna. Það enginn sem kaupir, þannig allur markaðurinn vissi. Já, það er enginn sem selur. Það enginn sem selur, það vissu það allir. Já, það enginn sem selur og þeir vissu að þeir myndu verið að selja þá sína eign á miklu lægra verði heldur en fengju eftir að þetta var búið. Og þeir bera saman í skýslunni bara hérna verðbréfaveltuna með bréf Arion banka, stilla sér svolítið saman og veltan með bréf Arion banka heldur bara áfram eftir eðlilegum notum en hún hættir hjá Íslandsbanka sem segir manni bara það að það eru markaðsmisnotkun að ræða. Og það náttúrulega lögbrot og eitt og sér alveg gríðarlega alvarlegt mál. Það er markaðsmisnotkun og það er bara eitt og sér að setja rannsóknarnefndina af stað á morgun. Því svo þegar að salan er búin, þá ríkur salan upp. Þegar útbúðin líkur, þá ríkur salan upp. Ég veit þú varst með 2 punkta en ef ég má skjóta inn og þegar Björn Leví, þingmaður benti á þetta fyrir löngu þessi skýrsla kom út, þá var það slegið út af borðinu og talaði eins og það verið vilsa. Það er alltaf gert. Nákvæmlega. Og það er alltaf snúið út úr öllu eða öllu snúið á haus. Hitt sem er alltaf merkilegt að svona aðalur grunnskjalið eða grunnkerfið sem að bankasýslan er að vinna með í þessu stóra máli, það er eitt Excel-skjal. Og þetta Excel-skjal fáið sent frá Íslandsbanka til að vera einhvers konar gagn til að hleypa að stað, til að safna hlutum, til að geta átt að sjá því hvernig hlutirnir er tilbúinir að koma inn og svona til að fá einhver yfirsýn. Þetta skjal reyndist nú vera algjört rugl og svo þegar að ríkisendurskoðandi kallar eftir hérna skjalinu sem gagni til rannsóknar, þá sendir bankasýslan bara vitlaust skjal sem þeir eru að vinna með mánuðum saman að átta sig á því hvað í óskopunum var í gangi hérna við söluna. Þannig að allt utanumhald og geta bankasýsluna til að ráða við þetta hlutverk var bara ekki neitt. Það kemur á daginn og það var dálítið kaldhænislegt og raunverulega sorglegt að sjá það í kvöldfréttunum þegar að hérna ríkisútvarpið ætlaði að ná tali af hérna stjórnanda bankasýslunar og bankað upp og bankar upp á hjá honum á skrifstofunni og býður það þangað til að hann opnar hurðina og hann opnar hann 4 sentimetra. Hann opnar hurðina eins og glæpamaður sem vill ekki gera sér sýnilegan og þetta er náttúrulega bara þetta var bara hræðileg sena og þó hann var eins fáranlega sem var, þá voru líka ofsalega sorgleg. Þetta lýsir kannski bara þessum afkima þar sem að valdastéttin, pólitíska valdastéttin og peningastjettin er búin að koma sér upp einhverjum afkima sem á að vera ósnertanlegur. Og svo eru þau bara hrædd. Og þetta er bara dapurlegt. Þetta er bara dapurlegt fyrir okkur sem þjóð. En ég ætla, ef ég má skjóta samt inn, að þetta er eitt sem er merkilegt í viðbröðunum við skýrslinu og hvernig stjórnmálamenn tala, er að, þú veist, umræðunar í dag snúast ekkert bankasýsluna. Það er langt síðan að ríkisstjórnin ákvað að leggja hana niður. Þau þurfti ekki þessa skýrslu til að... Þau ætluðu að gera áður en að máli koma. Já, þau þurfti ekki þessa skýrslu til að gera... Gamalt markmið Sjálfstæðisflokksins að loka þessari soppi. Þannig að, þú veist, þessi skýrsla þó að gefa okkur innsýn inn í svona hannaða vanhæfni hjá bankasýslunni, þá er þeim kafla lokið, stjórnmálin hafa lokið þeim kafla, þau ætla að geta niður. Það sem að umræðan snýst þegar ríkisendurskoðun lýsir þessari stofnun sem algjörlega vanhæfri til þess að selja karamellur hvað þá eitthvað sem að kostar 50 milljarða. Já, og það eru eitthvað sem að framkvæmdavaldi ætti nú að taka svolítið til sín, það er þeirra ábyrgð að sjá þau vilja hafa þetta svona veikastofnun. Já, þau vilja það. Það kemur líka skýrt fram í svari fjármálaráðuneytisins sem er að finna í skýrslunni þegar bent er á þetta. Það talið það bara óskilvirkt að vera að halda út einhverjum sterkum stofnunum. Þetta er líka afvegaleiða umræðina. Að þegar akkurat er bent á þessi gagnrýni kemur fram meðal sem mótmælunum þannig síðastliðið vor og meðal almennings og þeirra sem voru að skrifa þetta, að þá akkurat er þetta viðbragðið. Það er að segja, við höfum lausn á þessu. Þetta eru sökudólgarnir, þeir eru hérna, það er bankasýslan. Við leggjum hana bara niður. Eru ekki allir bara sáttir? Er ekki allt ókei? Þetta er náttúrulega ekki boðalegt. Bara engan veginn. En ef við tölum svolítið þessi svona tækni stjórnvalda til þess að komast upp með bombirtur. Og þegar þú byrjar að tala, þá fórstu yfir í fyrstu söluna og fyrir framan hana var umverulega skjálfestur vilji meirihluta þjóðarinnar að selja ekki. Þannig almenningur hefur alltaf verið á móti þessari sölu. Það er svona, ef maður má kalla yfir 2/3 hluta almenning sem almenning. Og svo heldur þetta áfram að það er samt gert og það er gagnrýnt og það er samt alltaf áfram og svo erum við komið núna svona yfir í umræðu hæfni Jóns Gunnars forstjóra bankasýslunar
og komusetningu í Excel-skjali. Komusetningu í Excel-skjali, þannig að sumuleyti þá það að takast að draga umræðuna niður í einhver svona smáatriði sem auðvitað ekki smáatriði sko, en svona heildarmyndin þessa bankasölu bara yfir höfuð að hún eiginlega ekki á dagskrá nema það að Bjarni Benediktsson segir að þegar hann lesi skýrsluna þá sér hann að sko að meginmarkmið aðgerðarinnar tókst, við erum búin að selja banka fá hellinga peningum og hann í dreifðu eignaraðil og allt gott. Og þetta bara alveg hárrétt og það kannski daprast að ég svo það þetta nákvæmlega sama var gert við Símanum árið. Þegar hann var seldur, þá var hann að skila sko nokkuð mörgum milljörðum í hagnaði ríkissjóð hver einasta ári. Og við sjáum bæði Íslandsbanka og var fjarskiptakerfi út all land, svo ég tek betur á það, sem bara fellur sem almenningur átti sko. Já, sem hægt að standast bara 6 vinstig sko. Já, og almenningur átti þetta. Já. Og þessi peningar höru náttúrulega eins og svo vart hann í þessu hannaða rauni okkar í bankakerfinu. Nema þegar verið að selja eign sem allur almenningur veit að því að hann finnur það að heyra og lesa okkur einasta ári að það eign sem að skila 10 til 20, 25 milljörðum á ári og svo líka þegar Landsbankinn blandast inn í þetta þá þetta margir tugir milljarðar hvert einasta ár sem að almenningur að fá inn í rekstur samfélagsins frá þessum bönkum og það að selja það fyrir einhverja peninga sem að á 2, 3, 4 árum myndi fást bara fyrir arðgreiðslur þetta náttúrulega bara steypa í staðis að líta henni lengri framtíð til framtíð líka þegar börnin okkar á fullorðin að þegar þetta fé rennur inn í samfélagi til samfélagslega verkefna að þá það í sjálfu svo gott þó við séum óánægð með hver bankaþjónustan dýr og allt það að þá verið að skila peninguna þarna til samfélagslega þó skárra komið til okkar heldur en þeirra það ekki bara skárra, það bara réttara í öllum skilningi og nú verið að taka þessar arðgreiðslur og það verið að færa það silfurfati fólki sem þegar á næga peninga eða öflum og svo framvegis, fyrirtækjum öðrum og stóreigna fólki og þetta bara beinlínis ránt. Þess að þetta fé á bara að rekja sig aftur til almennings og bara hjálpa til að reka samfélagið okkar. Og við þekkjum það sem hlutið af þjóðinni til dæmis hvað árið þetta hefur varðandi nýtingu á sjávarauðlindinni, þar sem að sko arðurinn að henni fer til örfárra auðhringja sem að kaupa upp önnur fyrirtæki og beita sér mjög harkalega í umræðinni og eru bara að ná á baku þennan náð miklu völdum í samfélaginu. En varðandi það viðbröði núna í vor að þegar þetta kemur fram og þú ert að lýsa þessu með að almenningur veit allt þetta mikinn hagnað bankana sem að runnu ríkissjóð. Almenningur veit mikla reynslu af einkavæðingu bankana áður. Almenningur veit alveg hvaða fólk þetta sem verið að færa bankan þegar að sjá sko myndirnar af þeim og heyra nöfnin af þeim að það ekki vegna þess að almenningur þekkir ekki fólk viðbrögð voru vegna þess að almenningur þekkir þetta fólk þannig að sömuleyti þetta sko þekking almennings sem að birtist í viðbröðunum við bankasölunni í vor raunverulega mjög sólid og ríkisendurskoðun raunverulega að taka undir hana það ekki verður ekki hægt að stilla því þannig að það verður miklu gáfulegri afstaða almennings á þessu tíma heldur en stjórnvalda eða bankasýslunar eða Jú, sjálfsögðu sko og ríkisendurskoðun hún gerir hluti vel eins og til dæmis hún fer yfir viðvörunar orð allra áðurina sérstaklega þingnefndar og Seðlabankans áður en að fara yfir í söluna og auðvitað stærsti punkturinn sem að gleymist oft og við höfum nú reynt hjá Transparency ofta benda á hann að það ekki lýðræðislegt mandate fyrir þessari sölu. Það bara ekki til staðar. Hefur aldrei verið. Og hefur aldrei verið og það jaðarskoðun í íslenskum samfélagi að vilja selja þessa banka til að byrja með. En það hefur einhvern veginn tekist að jaðarsetja þá skoðun algjörlega, sérstaklega hjá svona hinnum blaðrandi stéttum sem að náttúrulega bara sko svona feed the beast sko bara íta undir þessa ruglpólitík. En sko ríkisendurskoðun líka það sem hún gerir auðvitað mjög vel og aftur eitthvað sem hefur verið talað áður að fer yfir það hvernig hugtökum að þvælt, hvernig sko var svona manufactured sko upplýsingaóreiði í kringum þetta. Það auðvitað líka til þess að láta ónormal hlut líta út sem normal. Já, og til þess að bara svona rífa festun á fólki. Ég meina, þetta svona einhverju leyti, það var nú svolítið merkilegt hvað var það núna í síðustu viku þegar að flóðljósum var lýst í myndavélar fjölmiðla, sko. Það var svona
í öðru máli, það var svona, og svo kannaðist engin við að hafa gefið þá skipun, væntanlega þurfti nú ekki einu svona að gefa þá skipun, en við erum svolítið alltaf að lifa í gegnum það, sko. Það er sko stærsti uppruni upplýsingaóreiðu á Íslandi er einfallega framkvæmdavaldið. Þau bara leika sér að þessu og það er farið mjög vel í það í þessari skýrslu. En ég ætla bara að segja, umræðan núna umræðan á að snúast og hún gerði það fyrir mörgum árum það að Bjarna Benediktssyni er ekki stætt. Hann sinnti ekki skyldu sinni, hann er engan veginn hæfur til að gera þetta, hann tók þátt í þessu með hangandi hendi, það var verið að breyta leikreglum fram og tilbaka allan tíman, hann stóð ekki með þinginu þegar kemur að upplýsingu þess, hann var meðvitaður það að bankasýslan væri að reyna að draga úr ákveðnum þáttum, það er bara ekki boðlegt fyrir íslenskan almenning. Hann samþykkti afsláttinn og það er ekki boðlegt fyrir íslenskan almenning. Hvað er alvarlega þessi afsláttur? Er það eins og umboðsvik að sá sem að selur tekur hagsmuni þeirra sem að vilja kaupa, sem einhverju erlendir vogunarsjóðir og hrækamansjóðir, tekur hagsmuni þeirra fram yfir almanna hagsmuni að fá sem hæsta verð? Afslátturinn er óþarfur. Já, hann er algjörlega óþarfur. Þetta er raunverulega peningar. Aðeins ánum fyrir þetta. Aðeins að taka þessa lýsingu og ef við snúum henni við og spyrjum að því sko, er Bjarni og hans sveit, að því Bjarni hann er mjög sterkur stjórnmálamaður, hann það, og hann styrkist með hverjum deginu núna, að því að meðflokkar hans í ríkisstjórn, sérstaklega, getur ekki fyrir með nokkur lagi gengið úr stjórn eða slítið þetta, vegna að það myndi viðkomandi þurrkast út vantarlega, en er ekki nákvæmlega það sem að ætlunin var, hann að vinna algjörlega í umboði sinna umbjóðanda. Hann að framkvæma það sem hann búin að lofa sínu flokksfélögum. Hann að framkvæma það sem hann búin að lofa áhrifafólki í samfélaginu. Það að einkavæða ríkisstofnanir, að einkavæða bankana, sem þýðir bara ég ætla að færa ykkur að gjöf ríkisrekstur eða rekstur sem að við skulum segja, hann óhjákvæmilegur og þau geti grætt á hann, næstu því eins og auðlið. Það er hin hliðin á sem Já, það getur allavega engin lesið þessa skýrslu eða fylgst með þessu máli og trúa því alvörunni að ríkisvaldi í heildsinni og með stuðning framkvæmdarvaldsins sé ekki hæft að setja komur á réttan stað. Það er bara ekki... Við getum varla sagt okkur við það og við getum varla sagt okkur við það að dáðsta stjórnmálamanni sem að snýrað almenningi fyrir kosningar og segist alltaf geta almanna hagsmuna, svo eftir kosningar snýra sínu rétta kjördæmi sem er bara einu ríku og þjónar því. Við getum ekki alveg fallist á það sem ásættarlega hegðun. Já, það er spurninga hvar við ætlum að leita fanga til að mynda okkur skoðan á því. Við skulum ekki gleyma því að það var sett lögbann á stundina að fjalla hann og hans fjölskyldu í aðdraganda kosningana 2017 og sem enginn skildi eða hvaðan kom eða hvað þessi hvati kom til einhverja fulltrúa eða sýslumanns Reykjavík að setja lögbann á umfjöllun tiltekið mál á fjölmiðil, rétt fyrir kosningar vegna þess að það farið að hitna í umræðinni. Bannaði fjallum fjármál formann stærsta stjórnmálaflokksins í aðdraganda kosninga. Þetta náttúrulega gerist ekki Þetta gerist ekki í ríki sem að í svona lýðræðislegu jafnvægi. Það bara gerist þetta gerist í ríkjum. Þetta gerist í okkur. Já, þetta gerist í ríkjum þar sem að lýðræðislegur halli er. Það er bara þannig. Og þetta er náttúrulega ekki fyrsta skýrslan sem kemur akkurat viku eftir að Bjarni hefur þurft að standa á sig kosningar sko. Það hefur orðið óþægilegra hefur þetta byrst fyrir 12 dögum það hefur orðið mikið óþægilegra Þegar hann kemur illa út úr þessari skýrslu þeir koma illa út úr þessu sem að stýra þessari sölu þeir koma hjákátlega út ég minna þetta er náttúrulega bara þetta er skrípaleikur sko, að reyna að halda því fram að þetta sé allt bara klúður en ég veit ekki, það var nú svolítið áhugavert í Kastljósinu áðan þegar að hann kom bara sýndi sitt rétta andlit. Ég er ekki sammálaði að Bjarni sé sterkur stjórnmálamaður. Hann er vel valdaður og hann er umkringdur óbærslega meðvirku fólki. Að það gleymist alltaf að Bjarni hefur ekki getað skila góðum sigurum fyrir sinn flokk í kosningum. Og vald Sjálfstæðisflokksins byggir á því að það horfa allir til þessa flokk sem eitthvað svona náttúrulegar einingar í ríkisstjórn. Það þarf sem sagt að telja atkvæði til Sjálfstæðisflokksins tvísvar til að þið komast í meirihluta og í þetta skiptið það auðvitað Katrín Jakobsdóttir sem gerði það og VG. En í Kastljósinu kvöld og ég gæti ímynda mér þetta hefði einhver áhrif. Þá auðvitað afhjúpað svolítið snirtilega hvernig þessi maður haga sig gagnvart fjölmiðlum.
Hann mætir náttúrulega hvergi á þess að setja skilyrði. Ég skrifaði nú fréttum þá þegar ég voru að DFF, þá tókum við viðtal við alla formenn stjórnmálaflokka og og snýrist ekkit vafningsmálið eða neitt, bara þingið. Og þar var það þannig að Bjarni neitaði að mæta nema að það væri ekki minnst á vafningsmálið. Þannig að við náttúrulega gengumst ekki við því og settum bara litla fréttum það til að útskýra hversna hann var einn formann ekki með. Það var náttúrulega frægt í leiðtoga umræðum Ríkisútvarpsins fyrir kosningarnar 2016 að þá var ekki minnst á Panama-málið sem að þó var ástæða þess að Ríkisútvarpið sprakk og var kosið. Og þá munið ekki þá rétti Birgitta upp spjald sem að stóð á Panama og það var eina sem að var minnst á það mál í þeim þætti. Þetta er ekki sterkur stjórnmálmaður. Þetta er samfélag þar sem að raunverulega stjórnmálin eru farin að stýra fjölmiðlunum. Hvað er til umræðu? Hver hitti hvernig er rætt hluti? Já, en þetta er líka samfélag þar sem að stjórnmálin hafa saminast að verja mann sem að hefur enga þá mannkosti sem að bera til að vera í sínu stöðu. Bjarni er ekki sterkur stjórnmálmaður, hann er hins vegar bara fæddur með rétt pólitískt DNA, hann er bara í réttir fjölskyldu. Það er ekkert, hann hefur enga mannkostið fyrir þessa stöðu. Má benda það að þegar það er spurt trausti stjórnmálamanna þá fær Bjarni verri útkomu heldur en nokkur flokksformaður hefur fengið í sögunni. Þannig að í voru þá voru það, ég man ekki hver hlutullum voru, hvort það voru 13% sem að tristunum og 71% sem tristunum ekki. Þetta er náttúrulega, almenningur er búin að gefast upp á þessu manni. Það er bara þessi kjaftastétt þess að þú ert að tala sem er alltaf að tala að hann sem er teflon og hann standa alltaf af sér. Almenningur hefur fyrir löngu séð í gegnum hann eins og sá í gennum Íslandsbankasöluna. Þetta er kannski alveg rétt lið, ég meina það er auðvitað rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið hægt að bítandi minnka undan hans stjórn. En þetta er svolítið merkilegt að þegar ég var að tala um styrkáðurinn að hugsa það að snúa öllu alltaf þannig við upp að maður tekur aldrei ábyrgð, aldrei, og með einhverju leyti kemst upp með það. Ég held að hann kemst upp með það núna vegna þess og hann hefur nú talað um það nýlega líka, að hvað sé kært og traust samband milli hans og Katrínar. Hann er náttúrulega bara, hann er í skjóli Vinstri grænna núna og það sem er svolítið dapurlegt vegna þess að maður hefur allavega vonað að svona vinstri flokkarnir, að svona jafnaðar manna flokkarnir, að þeir beri hag almennings fyrir brjósti, og ég held að áherslan væri önnur ef það væri satt, ef það væri rétt, að þá myndu þá jafnaðar flokkurinn eða jafnaðar manna flokkarnir, að þeir myndu akta öðruvísi. Og nú, með þessi völd sem hann hefur núna, vegna þess að Katrína, hún ver hann fram í rauðan dauðan og það er eins og með ekki megi blása á hann, og það er rétt það sem hún sagði alltaf að það var ekki að heyra í kvöld að þetta væri tilefni til að stofna til alvöru rannsóknarnefndar sem að eru næg tilefni til og miklu meira en það. Og ef það væri eitthvað almennileg hryggjarstykki í okkar ágæta forsætisráðherra, þá myndi hún fyrst kvenna leggja fram tillögu þess efnis, og meiri sér Sjálfstæðismenn og fleiri í síðastliðið voru sögðu, ef skýrsla sýnir að tilefni til frekar rannsóknar, þá ætlum við að styðja að almennilega rannsóknarnefnd verið sett á laggirnar. En við höfum nú eftir að sjá hvort það svo verði. Það er mjög auðvelt að lesa skýrsluna og draga þá ályktun að þessi tilefni til þess að skipa rannsóknarskýrslu. Ég held að hægt það sem þau skoða þó, að það eru endalausar aðfinnslur og mjög alvarlegar, og svo í lokin þyljaðu upp hvað þau skoðuðu ekki. Og það gefur, það er eiginlega bara vísun á því að það þarf eiginlega rannsóknarnefnd til þess að klára þetta mál. Akkurat. Ég var að hugsa þegar ég var að lesa skýrsluna, ef það er eitthvað bakbein í Þjóðleikhúsinu, þá er núna verið að skrifa leikrit upp úr þessari skýrslu. Þetta er bara eins og eitthvað svona, sveita útgáfa af The Office sem þó gerist nú ekki í stóru plássi. Jón Gunnar er náttúrulega típa í svona sitcom, það er bara þannig. Í þessari skýrslu. Herðu, en við erum með þessa stöðu sem er núna og ríkisstjórnin ætlar að verjast og reyna að beina málinu eitthvað annað. Þau hafa meirihluta á þingi, þannig að þingið þarf meirihluta til þess að samþykkja rannsóknarnefnd, ólíklegt að það gerist. VG getur ekki sprengt ríkisstjórnina því að, eins og þú segir, að þau óttast kosningar. Ekki aðri kostir í boði. Hvað getur almenningu gert? Ég reyndar geti nú verið áhugavert að heyra hvort að forseti væri tilbúin að leyfa boða kosningar. Það var eftir kosningarnar ekki núna heldur síðast að þá
var það alveg mjög skýrt sko að ef að ríkisstjórnin myndi springa þá yrði það bara þeirra að mynda nýja ríkisstjórn. Þannig að það er kannski ekki sjálfkrafa þannig að það þurfa að kjósa. En Þú ert að meina að VG og Framsókn myndu leita stuðningi Samfylkingar og Pírata til þess að allavega til að þessi fungerandi stjórn í svona 9-12 mánuði. Já, og ef að það væri svona, eða eitthvað siðferðisbein í stjórnmálum á Íslandi þá á það auðvitað að vera hægt sko, að tryggja hagsmuni almennings með því að hafa fungerandi stjórn þó eitthvað þegar svona mál kom upp. Almenningur, hvað getur almenningur gert? Já, almenningur getur gert það sem hann var að gera í vor. Já, en almenningur er náttúrulega búin að reyna ýmislegt sko, að því að það er svona að segja aftur sko, það er ekki þannig að almenningur kjósi þessa ríkisstjórn sko. Það er þannig að VG færði sko atkvæði sem voru ekki til Sjálfstæðisflokksins yfir til þeirra. Þú getur blekt með einu sinni eftir 2021 þá eru atkvæði greitt VG, greitt Sjálfstæðisflokk. Já, það er endar alveg rétt, þannig að kannski getum við núna og þessi ríkisstjórn fékk meirihluta. Hún gerði það. En ég vil samt fara mjög varlega í að láta sko eins og almenningur, þú veist, hafi meiri áhrif í þessu máli heldur en raunin er. Það er auðvitað þannig að það er gríðalegt vantraust í íslensku stjórnmálum vegna þess að menn ganga óbundin til kosninga. Menn segja, já við viljum auðvitað vinna til vinstri eða til hægri sko, en halda alltaf þessu möguleika opnum. Og þessu möguleika eru auðvitað haldið opnum til þess að hægt sé að nýta. Þannig að ég vil bara segja sko það er ekki alveg sanngjarnt, þú veist, þegar það er látið eins og almenningur hafi kosið þetta allt yfir sig. Hvað er þetta að gera? Það er auðvitað hægt að mótmæla vegna þess að það hefur það sýnir samstöðu. Það er auðvitað hægt að tala sérstaklega við fólk í VG sem þú þekkir, sem er tengt í fjölskylduböndum, VG og Sjálfstæðisflokknum og benda þeim á þeirra ábyrgð. No tolerance. Já, no tolerance bara. Og það er auðvitað líka hægt að reyna að taka þátt í því að brjóta baki svona eitthvað óformlegt samkomulag í mötunni til Alþingis að landsdómur sé bara ekki til vegna þess að það hefur aldrei verið svarað hvernig á að vera að kalla fólk til ábyrgðar ef að eini dómstóllinn sem getur fjallað ráðherra ábyrgð er bara aftengdur, þrátt fyrir hann sé í stjórnarskránni. Dómstóll sem gerður að danskri fyrirmynd og Danir og bara nýbúin að nota síðast, 2 árum. Já. En það er sko, við hugsum, sko þjóðin hugsa svolítið ofta á efnahagslegu nótum. Það sé bara á kjaranótum og líka bara á svona, svona lífsviðurværisnótum. Ég held að ef að því haldi nú bara sterkt á lofti, þessu að með þessari sölu þá voru að rýra í raunverulega samfélagslega tekimódel barnanna okkar til framtíðar, og okkar líka. Það er verið að taka fé frá almenningi og færa það auðfólki eða auðfyrirtækjum eða hvað það nú er. Ég hef hins vegar alveg tröllatrú á því að á einhverju ákveðnu þrýstingsstígi að þá vill almenningur láta heyra í sér eins og fundinir voru þarna voru. Gleymið því ekki að það var alveg sjálfsprottið þegar Ómar Ragnarsson átti afmæli, hvenær var það, 2006, 7, 8, að þá gengu sko 11.000 manns með hana niður Laugaveginn. Og það var bara vegna þess að það var efnt til náttúruverndarsamtök, efndu til göngu og það vissi enginn hvað myndi gerast. 11 frekar heldur en 15.000 manns mættu og fylltu bara Reykjavík af lifandi fólki sem voru náttúru unnendur. Það vissi enginn að allir þessi náttúru unnendur voru til þá, ekki nokkur maður. Og til var dagur íslenska náttúru upp úr því. Og það sama þetta gerist í hruninu vegna þess að fólk fann það svo heitt á eigin skinni, hvernig var búið að bræða allt utan að því. Og þá mætti fólk til að mótmæla að því það fannst að vera orðin leiksoppar í einhverju stórum geimi, stóru strákana og verður bara fórnarlömb. Og þá kom fólk vegna þess að það voru hagsmunir. Ég held að við þurfum að einhvern veginn að hamra á því að þetta eru hagsmunir almennings. Að þegar að vera að slíta og brjóta upp okkar samfélagslegu eigur og raunverulega gefa það öðrum. Eins og þessi 31 milljarðs króna hagnaður á 2 mánuðum var árið 2001. Á 2 mánuðum. 2021. 21 segir ég, ekki 2021. Þannig að ég held að bara við höfum að hamra á því að þetta er ekki ásættanlegt.
Og samfélagið náttúrulega eitthvað sem við byggjum upp saman og hvernig við öktum í samfélaginu, hvað við sættum okkur við, það mótar samfélagið. Já, og kannski það sem skiptir mestu máli að þó þetta sé búið erfitt og fólk sé orðið þetta þreytt á sko að það líði ekki vika á þess að sé eitthvað ruglingangi, þá held ég að sko það óbærslega mikið að þetta gefast ekki upp því að það þó þannig að þetta hefur áhrif. Ef að til dæmis ekki hefur verið mótmælt að þessari hörku sem var, þá hefði sko engin skýrsla verið gerð. Þannig að ég veit þetta ekki stór sigur sko en þetta samt, þetta hefur einhver áhrif. Við fáum þá allavega að vita. Já, við skulum allavega alls ekki tala þetta niður. Nei, alls ekki. Ég held að þessi fundur hafi, sko þetta hefur mikil áhrif. Það skiptir ekki máli að við vitum hvernig málu var háttað. Mér finnst alltaf að skipta máli í sambandi við Íbúðalánasjóð að fólk viti af hverju þessi sko 200 til 400 milljarða reikningur að falla á almenning. Það út af sérstökum ástæðum og við verðum að vita það. Það nú annað risastórt mál og þar til dæmis sjáum við sömu taktík, ég meina rannsóknarskýrsla Íbúðalánasjóð, hún kom út, hún talaði þetta, benti á þetta allt saman og hvað var gert? Það var farið að rakka niður þessa nefnd og hækka sönnunarbyrðina. Það var ýtt í burtu að skýrslan þótti ekki vera nógu góð. Ég held að það hafi verið vegna þess að þetta var bara too much fyrir Alþingi og stjórnmálastéttina eftir að hafa tekið hina skýrsluna. Að þessi skýrsla og þetta líka lífeyrissjóðuna og fleira, það var eiginlega ekkert úr þessu. Þetta líka eins og bara með verkamannabústaðina þegar þeir voru einkavæddir. Sem að í sko rannsóknarskýrslu Alþingi sem við bara rifjum það upp voru talin stærstu hagstjórnar mistök í aðdraganda hrunsins. Þegar voru einkavæddir sko 11-15.000 íbúðir sem að hefði sko, ef þetta kerfið ennþá í líði í dag, þá værum við ekki í þessari stöðu sem við erum. Og ef við fengið að vaksa og dafna þá værum við kannski með 25.000 íbúðir. Bara nákvæmlega. Já, það væri ekki þessi sársauki sem að á húsnæðismarkaðnum og leigumarkaðnum í dag. Já, og þetta var stórkostlegar skemmdarverk á íslensku samfélagi. Akkurat. Og þetta var gert þrátt fyrir sko mjög kröftu mótmæli. Já. En það var ekki hlusta sko. Herðu, kannski rís almenningur upp og segir, eins og sagt enough is enough, eitthvað stað kemur að því. Eitt með það samt, þá held ég ef ég má skjóta því inn, stjórnarandstaðan og þá jafnvel stjórnarliðar sem að hafa einhverja samvisku, þó að ég get ekki bent á neitt akkurat núna, að þeir verða að halda málinu lifandi og það má ekki gleymast vegna þess að á meðan stjórnarandstaðan og á meðan þingið í þessari baráttu, á meðan því haldið í þessu umræðefni, þá búin til miklu sterkari jarðvegur fyrir alla aðra og þar á meðal almenning. Leið og stjórnarandstaðan fyrir að hugsa einhvern veginn að þetta sé orðið þreytt eða þetta sé kannski ekki hafa nógu áhrif í einhvern skoðanakönnunum eða eitthvað, þá eru þau að veikja vilja almennings í þessu máli. Leið og þau sýna bara minnstu merkjum uppgjöf að þá dragaðu kjarkinn úr almenningi. Já, ekki endilega draga kjarkinn, þau bara veikja, bara minnka stökkpallin, þau bara smækkast sviðið, sko. Má ég benda á eitt bara í þessu bara í lokin. Þetta með þrautsegina og halda sig við efnið. Þegar Jón Gunnarsson var ráðherra og kynnti til sögunar vegagjöld, það nú ekkert mörg ár síðan, þá risu allir upp og sögðu kemur aldrei til greina. Kannanir sem sýndu að almenningur bara vildið ekki. Bara vildið ekki. Og verkalýðsfélögin, aðrir stjórnmálaflokkar voru allir sem töluðu bara gegn þessu. Þetta mætti aldrei verða vegna þess að þetta væri bara lélugur rekstur hjá ríkjandi stjórnvöldum, það væri til skattféð til að redda þessu og svo framvegis. Nei, þá er þetta almenning borga veggjöldin og hverja þá? Jú, þeir sem eiga lengst að vega sækja, sem þá fólk sem getur ekki búið miðsvæðis vegna þess að það var dýrt. Það verður að skattleggja bara almenning sem þarf að sækja vinnu og svo framvegis. Núna, 5, 6, 7 árum síðar, þá að fara að setja veggjöld á, af því hann hjakkaði á þessu og hjakkaði og smám saman að þá fóru aðilar að gefa eftir og það einhvern veginn allir búin að gefa eftir nema FIB. Og Framsóknarflokkurinn kynir þetta sem samvinnu hugsunina. Já. Það verður hann í samvinnu við auðvaldið. Svo við vitlaust. En þetta þrautsega að halda áfram sömu mönturinni að stoppa ekki. Þetta náttúrulega bara hluti af þessu áróðastríði gegn almenning. Já. Herru, við sjáum til, við munum halda áfram að fjalla Íslandsbankasöluna hérna við Rauðaborðið. Á morgun koma aðrir sem heldur ræður á Austurvelli í vor og við munum reyna að greina þetta. En við ætlum að snúa okkur að öðru stríði núna, við ætlum að ræða við Vilhjálm Birgisson stöðuna í kjaraviðræðum.